Nú ætlum við að halda áfram. Við ætlum að útbúa view og section eða ásýndina og snið teikninguna. Þetta er að vera búin að setja inn alla skápana og við ætlum næst að búa til ásýnd. Ef við myndum byrja á því að búa til þessa hérna ásýnd sem er þvert hérna á herbergin. Þið sjá að þetta eru hérna fataskápin í hjónaherberginu og þetta eru skáparnir í barnaherberginu og passið bara því að þeir eru hærri heldur en í hjónaherberginu. Hæðin á þessu skápum er, látum okkur sjá hérna, nei þessi er í 2 og 10 líka. Fyrir maður að reynda á þetta. Hérna set ég 2, 3 og 60. Þessi skápar í herbergjónum, þessum tveim herbergi 3 og 4. Skáparnir í herbergi 1, nei herbergi 2 hérna. Þeir eru verri, þeir eru 2 og 10. Eða 2010. 201 cm eða 2 metrar á 1 cm. Þessir hérna, ég er búinn að setja þá inn hérna, þeir eru 2 og 10 og þessir hérna í herbergi 3 og 4 eru 2360 og 2360 og sama með þessa hérna 2. Þess að búa til þetta hérna langsnið, og sjá, hvað var ég? Þetta hérna langsnið, þá ætla ég að búa til svona snið, nota sniðið til þess að útbúa ásýndina. Ég fer hérna í view flipan sem er hérna og nota hérna section og dreif mig hérna frá og hérna yfir. Þá gerist það að við horfum í þess áttina, ýti þá á litlu bílinu sem er hérna, flip section, og þá sjáum við hérna inn í skápana. Sniðið virkar þannig að við getum stillt hversu djúpt við sjáum inn í þess. Skiptir ekki þetta núna. Þannig hægri fært þetta og velja hérna go to view. Svona. Þetta er líka hérna í properties section 1 heitir þetta hjá okkur. Ég verð að skýra þetta neitt. Og þá sjáum við hérna eru skáparnir komið að vera hæð. Við ætlum að gefa þessu nafn hérna. Þið sjáum hérna á fyrirmynd að þetta heitir 790402 útlit herbergja A 1/50. Við farið hérna í Protus browserinn, það er smellið þetta hérna og segir rename og kallið þetta 79.04.2 bíl útlit herbergi A Patrik. Skulum bara fylgja þessu númeri sem er hérna 1/50. Ok. Nei, ég get ekki hafa svona. Þetta, nei, gerum þetta svona. Þetta er líka aðeins að stilla hérna málseininguna. Þetta var 1/50 og við ætlum að minnka aðeins crop view hjá okkur. Svona. Og við ætlum líka að búa til view fyrir þennan hérna á sama hátt. Tökum section, keyrum okkur hérna yfir svona og við erum í viewið. Við ætlum að hafa þetta í 1/50. Svona, minkum crop viewið á sama hátt. Svona eitthvað neginn. Og við ætlum að gefa þessu nafn
þetta á að heita 79.04.3 útlit herbergi B bandrygg 1 bandrygg 50 svona og stillum hérna detail-levelina medium getur við ekki örgulega hérna henni með líka, nei, setjum þetta á medium, svona við ætlum líka að útbúa þessa hérna grunnmynd, sjáðu þetta, hún sýnir bara part af grunnmyndinni gera það, ég myndi taka hérna þessa grunnmynd hérna og hægri spjalla á hana og segja duplicate view with detailing, svona, kemur hún hérna þetta ætlum við að skýra sem sagt hægri smellum, rename þetta á að heita 7904.01 grunnmynd 01 svona ég er raun og veru að búa til hérna það sem er á fyrstu blaðsíðunni þessar 3 teikningar hérna 790401 790403 og 790401 þetta við erum að fylgja SFP númerum, það er 79 er sem sagt heildarmynd af innréttingu grunnmyndin hérna hún á að vera minni þannig að við ef við kveikjum hérna höfum við kveikt á crop erection sem það er þessi svarti kassi og aðeins að stækka þetta upp hérna og segja hérna do no crop view eða við skulum bara hafa passa okkur á að þetta sé þetta rauðu krossin sé ekki hérna þetta sé sem opið við getum greipið hérna í bláa croppið þessart crop viewið og minnka þetta niður þannig að við römmum inn þessi herbergi svona og við ætlum að hafa þetta í skala 1:50 svona og við ætlum líka að passa okkur á því að textar og annað sé ekki ofan í hvort öðru svo hérna eins og þessi hérna ég grípa hann, ég færa hann aðeins til þannig að það sé nú læsilegur og sé ekki ofan í öðru línum það kemur svo illa út þegar þetta er prentað að það sé þessar texti og línur séu svona ofan í hvert öðru við ætlum líka að hætta þessi tátt hérna svona þessi hérna við ljómum eitt merkið hægri smellum hætin view category það fær það skulum hæta þetta hérna líka hætin view elements svona og við myndum kannski hæta þessi hérna líka við getum tekið 2 einu með því að halda kontrol-takkanum inni hætin view elements ekki category, þá myndi hitt karfan líka svona, þá erum við búin að draga fram að við erum að vinna með þessi 4 herbergi, hjónaherbergi, herbergi 2, herbergi 3 og herbergi 4 við ætlum líka að búa til hérna, við sýnum ykkur hérna á þessu blaði hérna þessa lykilmynd sem er hér þessi lykilmynd hún er mjög góð, þau sjáu að hérna eru gríglínur A og A hérna við getum að sé hérna lykilmyndinni ok, þessi hérna veggur er greinilega hérna A þetta er sama gritið og þá getum við séð svona ákveðna yfirlitsmynd þessi hérna er með alltaf númer heldur en hinn, hún er með númer 98 sem því það er svona heildarbygging og heildarteikning af íbúðarhúsnæði og teikning 0101, þetta er svona fyrsta teikningin í þessu formi hún er 1:500 hérna þurfum við að taka grunnmyndina hérna, við þurfum að taka þessa hérna og hún sýnir allt, við þurfum ekki að vera að kroppa niður viewið við hægri smellum, duplicate view við detailing og við kunum gefa henni nafnið hægri smellum hérna og rename 98
.01. Svona, setjum hana í skala 1/500. Já, það kemur þetta svona. Nú þurfum aðeins að hreinsa til og það má alveg bara hægri smella hérna á Hide in View Category, hverfum við allt í einu Hide in View Category aftur hérna og við ætlum að sjá gritlínuna, hún er falin. Við getum smellt á sig að lítið pera hérna niðri, smelta á hana og sjá þetta svona og bólurnar eru hérna bakvið, þannig að við þurfum að smetla á hana, hægri smetla Unhide in View Elements og hinn er hérna einhvers staðar. Þá þurfum að við hana, nei, þetta er gluggamerkingin. Ok, einhverju hluta vegna þá er hún ekki til staðar. Við skulum bara búa hana til þá. Tökum þessa hérna merkingu, ljómum hana, Cree Similar og hún fylgir hérna þessu alveg útvegnum og látum hana ná hérna niður hringasirka. Ljómum hana og þá kemur punktur hér, þetta dragina, þá kemur blálína hérna yfir og við kunum bara tísmella inn í hana eða hérna í Properties og gefa henni heitið A. Svona. Þá var hún komin. Það þarf ekkert meira fyrir þetta, þá er hún þessi teikning komin. Ítum að save og þá getum við bara að setja þetta inn á teikniblaðið hjá okkur sem að myndi þá líta svona út eða ekki þegar við erum búin að þessu. Teikniblöðin er að finna hérna í Brothers-browserinn, hérna eru Sheet hérna og ef þið eigið ekki til þá hægri smelta hérna og segja New Sheet og það ætti að vera rammi hérna, A2IH heitir hann og bara OK, þá kemur hann hérna. Hérna myndi ég vilja setja inn að þið merki hérna teiknið af, það er þess að ykkar nafn hérna. Þið breytið dagsetningunni þannig að hún sé nú í samræmi við þessu daginn sem er að skila þessu svona og þið kallið þetta hérna, þetta er svona fyrsta blaðið og þarna á að standa þessu 79.04.01 faðerskap í Septembergi grunnmynd útlit og skýringar. Svona. Við setjum þetta hérna. 79.04.01 fyrir ekki. Og svo er hérna undir þessi hvernig getur ég satt faðerskapar ekki grunnmynd útlit og skýringar og hérna uppi getur við skrifa hérna að þetta sé verkefni nr. 1 og bara TYR þessu tilnýtingartekník svona eins og breyta heimilisfangi öðru ef ég vilji það þá er það operakur sett hérna í manir hérna uppi og Produce Information hérna er heimilisfangið heimilisfangi hér getur ekki annað hérna. Hvað er þetta? Ok. Nei. Það er greinilega ekki búið að breyta þessu daytrama, en allt í lagi. Við hafa hann bara svona eins og hann er. Þið þurfum ekkert að gera meira hérna. Þið setjum bara verkefni til og setjum ykkar nafn og síðan dagsetninguna. Þið megi líka þið viljið þau kunnið að breyta rammanum og setja ykkar logo hérna inn. Það er einfaldlega gert með því að smelli á hann. Ég fari í Edit Family og þá getum við breytt hérna myndinni
Þetta bara ljósmynd. Ég innsetja þá niðri mynd hérna og svo mætti alveg setja ykkar nafn hérna þess vegna við viljum. Og svo load undir process þegar það er búið. Nei, ég ætla nú ekki að seifa þessari og nú þarf ég mér. Svona. Þegar teikniblaðið er komið, þá getum við einfaldlega að fara að draga inn myndirnar. Þessi hérna grunnmynd, hún átti að vera hérna einhvers staðar. Útlit-herbergi A, það var hérna einhvers staðar uppi. Útlit-herbergi B, það var sett hérna. Og svo lykilmyndin, hún er hérna. Þið getur svo ljómað þetta og satt hérna sé bara sett titill með línu eða engi titill, það er þetta að gera svoleiðis. Ég sé bara eitthvað búið að fækka möguleikunum á þessu en alltaf höfum þetta svona. Titill með línu og svo þá kemur blár punktur á þessu hérna og þá getum við stillt þetta aðeins af hérna. Svona. Við veitum hvað er þess átt. Svona. Smellum á teikningunni hérna, færum hana þessu. Smellum svo fyrir utan og síðan beint á textan og þá getum við gripið í hann og fært hann til. Ýttum aftur á teikninguna þá býtist bláu punkturinn. Þetta er smá föndur svona að átt að sjá hvenær er maður að stilla, hvenær er maður að færa myndina til og allt færist með og hvenær er maður að stilla bara textan. Svo, nú þarf ég að smella fyrir utan, smella svo á textan og þá getur ég fært textan til, annars ekki. Svo smelli ég á myndina aftur og þá koma bláu punkturinn og getur minkað línuna. Setið þetta upp í samræmi við þessa hérna. Þessar myndir hérna, ljósmyndir, það eru nú teknar á síðunni hjá IKEA og textin hérna, það er nú fín leið til þess að búa til svona texta sem hafa einhverja stjórn á og geti notað aftur. Sko, það er hægt að fara beint í hérna og annað til text og teikna texta hér, tralalap, svona. Þægileg leið og það sem ég vinn mig á að gera er að nota hérna lesend, hérna, þessi hérna. Við erum í new lesend og segjum hérna þessi texti hérna á að vera í 1:50 og skýrum hann hérna skýringar, ok, og það svona blað og það virðist vera tómt. Við getum settur inn hvað sem er hérna inn, við kunum setja hérna texta hérna inn og segjum hérna í öllum Núna ég laga aðeins til textan á móti því sem stendur hérna á fyrirmyndinni. Við getum breytt hérna stærðinni á hólfinu, þá raðast þetta sjálfkrafa upp í með við stærðin á rammanum. Það er að hafa þetta einhvern veginn svona. Þetta getum við síðan einfaldlega dregið inn á teikniblaðið okkar. Hérna. Skýringarna hér. Við getum alltaf breytt textadarinni. En við ættum þetta view hérna. Smella á textan og séu þetta er Aria 6 testi. Þetta er full stór. Skulum minnka niður í fer hérna í duplicate og sé Aria 5. Svona, og breyti hérna textadarinni í 5 mm. Ok, það minnka textan aðeins og þetta er svona aðeins sviðra og læra. Svona. Það þarf ekki að vera neitt. Það sem við ferum hérna í deactivate. Það þarf ekki að vera neitt hérna titill á þessu.
svona. Hún kemur sjálfkrafa inn núna. Hérna. As indicated hérna. Við getum breytt því. Hann tekur mark á sko, ef hann væri bara hérna teikningar 1/50, þá myndi sjálfkrafa skrifa hérna, mælikvarði 1/50. En nú það eru með eina teikningu 1/500, og þá kemur þessi hérna þetta, as indicated. Ég hef lagað þetta með því að taka texta, hérna, tökum bara 3 mynda texta, og bý til ramma hérna utanum, og segi hérna 1/50 og 1/500 svona, og færa svo til hérna eftir þörfum svona. Nema gallinn við hérna er svo stór hérna, þannig ég fer hérna eftir type, duplicate og ég held þessi 2 mm texti. Ok, og setja hérna 2 mm. Ekki bara svona. Þú getur bært það til með því að nota örvarar. Svona, og svo er ég vandræði með að fá bilið, þannig ít ég hérna á space og ít á punkt. Og það kemur og svona. Það er alltaf það sem standaði þessin út fyrir, það mun ekki koma í ljósi ef við kemum þetta út. Síðan erum við með þessar ljósmyndir hérna. Skýna ykkur hvernig við náum í þær. Við erum förum inn á síðunni hjá IKEA, leitum hérna og sláum bara í Pax, hérna leitagluggan. Og þá fáum við hérna þessa myndaskápnu sem er hérna. Svona. Þið ætti síðan að finna í Windowsinu hjá okkur form sem heitir Snipper Tool. Þið farið bara í search og finnir þetta þar. Getið hérna New og þá getið tekið hérna mynd af skápnum og ég seifa henni bara inn á og sjá. Ég fer hérna inn, hvar er ég? Hérna. Og gefið sér nafn hérna. Bara pass. Þetta. Skápur. Þetta má vera JPG, það er bara alltaf leið. Seifið þessu. Förum svo inn í teikningun okkar. Förum inn í Insert og IMS hérna. Og náum í þessa teikningu okkar. Sjá hvað er með þetta. Þetta er ekki alveg rétt reyðið eins og hérna er passfataskápur. Open. Smellið þess inn og þá getur breytt stærðunum hérna og raða honum upp eftir. Eins og þetta kemur upp hérna. Svo hefur sett texta hérna undir. Þið setja hann á sinn stað og farið þegar annotate og ná í text og þetta er sennilega bara 2 mm eða 3 mm texti og segi hérna Pax og þetta skápur. Og við þurfum að finna þessar teikningar hérna og látum við sjá hvað þið getur ekki fundið það með ykkur. Við þurfum ekki að fara hérna í herbergi, svefnherbergi. Hérna eru fataskápar og hérna ættum við að finna það sem við ætlum að leita að. Við getum sortað þetta svolítið mikið með því að vara hérna, velja flokk og séu komplement aukahlutir. Og þá áttu að finna til dæmis eins og hérna fatasláin. Notið Snipper Tool, takið mynd af því. Og ef við skrólum hérna niður, bara hérna held ég á lið 4, þá finnum við komplement laminar hérna. Takið mynd af því og
Svo ættum við að finna hérna skúffunar sem við vorum með. Þá ætlum við að finna höldurnar, þá fer ég hérna í stekkurnar, leitagluggann, skrifa bara höldur. Þá áttum við að fæða upp höldurnar sem við vorum með hérna. Ætlum við höfum ekki verið með þessar. Svona, þá átti þetta að vera komið inn hjá okkur, hluti einhvern veginn svona út. Plan nummer 1.